Góðan daginn, Gauti Páll og aðrir skákmeistarar. Ég ætla að taka fyrir delayed Steinitz-afbrigði í spanska leiknum, eða frestaðar Steinitz. Og munurinn er sá að við leikum A6 og D6, en í Steinitz-afbrigðinu þá er leikið bara D6. Þannig að byrjum A6, D6, biskup A4 og aðalhugmyndin hjá svörtum er að fara með biskupinn á D7 og tefla svo G6, biskup G7, rittar F6 og svona eins og kóngs indverska vörn. Ég kem betur að því í lok kaflans þegar ég tek fyrir mainline, en ég ætla að byrja svona á öðrum leiðum. Nú við skulum bara skoða svona möguleikan í 5. leik hjá hvítum. Já, ég ætla að byrja á D4 sem gefur hvítum hlutlegt ekki neitt. B5, biskup B3. Það var þekkt jafnteflisleið með C3, tekið á C3 og þá D5. Maður sé sterkar skákmenn sem eru hugsanlega búin að semja fyrirfram eða vita að þetta sé jafntefli, þráleik og svona. En hlutlegt er það náttúrulega ekki góður árangur í byrjunu hjá hvítum að gera stutt jafntefli, og minnir að Mikael Tal hafi einhvern veginn sagt að það væri bara glæpur við skáka hjá hvítum að semja stutt jafntefli. Nú svartur gæti ef hann vill reyna til sigurs, leikir T3, sjáum hugmyndirnar á borðinu, rittar F6, biskup E7, hugsanlega rittar í D7. En ég held svona það sé alveg teflalegt, en hugsanlega aðeins betur á hvítan. En það er þetta best að drepa bara á C3, en það gefur hvítum ekki neitt. Nú segjum rittar í C3. Það var biskup E7 best. Það var hluttrókerar, þá var þetta bara jöfn staða. Já, það er engin sérstök vandamál. Við hótum biskup G4 og rittar A5 og ná í biskupinn á B3. D4, B5, biskup B3, biskup B7. Og þetta virðist vera ágætt stað á svartan, við erum bara að leika rittar F6. Og það er engin sérstök vandamál hér. Stuttrókun, þá kemur biskup D7, það fer betri við það á eftir. Nú biskup drepur C6, það er náttúrulega dálítið viðfangsefni í þessu. Hvítur eyðileggur aðeins peðastöðuna hjá svörtum, en á móti kemur við erum með biskupparið og teflir svolítið dýnamískt. Við skulum byrja á stuttri hrókun. Hérna er ágætt hugmynd að leika biskup E7 og hér erum við hugsanlega að spá í einhverju leikjum eins og C5 og jafnvel F5. Það er erfitt að sjá að hvítur er eitthvað betur en D4, drepið, biskup B7, það var hugmyndin biskup F6 og rittar eina 7, hugsanlega C5 setna. Dróning eina 2, rittar F6. Rittar F5.
hrókering, biskup G5 og biskup C8 er góða leikur. Þess að við erum akkurat á réttum tíma að fara að leika hrókur E8 og hrókur B8 og það gefur okkur mótspil í þessu sko. Förum á opnu línuna með hrókana þetta. Nú, drottning dreif D4. Já, næsti leikur er D4 sannst. E-dreifur. Og það er bæðið með riddara og drottningu, sem drottning dreifur. Og nú getum við ekki farið í biskup E7, biskup F6 eða E7 plani og verðum leikar riddara F6. Og það gæti verður freistandi og hvítum að leika E5. En það er í rauninni ekkert sérstakt sko. Það er bara E5 sterkur leikur, mikið hægt að kunna þennan leik. Drottning D3, sko sjá hvernig það teflist. Og biskup E6. Og hugmyndin er semst biskup D6 og riddari D5. Og svartur langt á undan með liðskipaðan og þetta teltist skákinni Emil Sutovski Kristjansen. Það var 2017 og svartur vann samfærandi sigur. Þannig að það er að skoða það. Nú hrókering, biskup E7, E5, G5, drottning F4. Og ef hann leikur drottning D3 þá kemur D-dreifur E5, drottning dreifur D8. Og hér er riddari D5 sterkur leikur. Riddarinn náttúrulega getur farið á B4 og biskuparnir eru að fara að koma seinna hérna. Stuttrókun. Það verður alltaf góð kamp fyrir peðaveikleikana. Ég myndi nú sjálfur vilja freka dýnamíkina með biskupanum í þessu. Og drottning F4. Þá er riddari H5 góðleikur. Carlsen fekk einu sinni þessa stöðu með svörtu og hann drap á E5 sem var náttúrulega stór mistök. Það var hann bara með slæma peðastöðu. Riddari H5 við próbunummerki, endurbót á þeirri skák. Og sem sagt hugmyndin hjá okkur er að fylgja eftir með D5 og svo G6 og það þá alltaf riddarinn okkar ef hann vill getur flakkað og G7 E6 til dæmis eftir á eða eitthvað svoleiðis eða bara vera á H5 í smá tíma. Þannig að já, hann getur dreifð með riddara líka á D4. C5, riddari 1 og 2. Nú erum við að fara að reyna að virkja svörtu biskupana. Það er náttúrulega trompið okkar, við erum með biskupparið fyrir aðeins smá, einhver myndi segja að vera veikleikur í peðastöðun en sko sjá hvernig teflist og hvítur valda peða E4, G6, H5 fínleikur. Það gætum fara að áreita riddarann á G3 með H4. Hérna leik hvítur H4 í einni skák og biskup G7. Svartur stendur betur. Knightage Rossell Almaty 2022. Ég myndi segja að biskuparnir hérna væri ansi juicy sko. Og svo gæti svartur bara að fara að hrókera og hrókur E8, hrókur B8 senna. Riddarinn getur
spáði ég að fara á G4 eða D7 þetta. Og þetta mjög þægileg stað á svartan. Já, þá skulum við kíkja á aðra leiki. Þá það 5. leikur stutrókun, Birku DR7. Hér hugmyndin að fá reynleika G6 setna. Hvítur á ýmsa möguleika, byrja á C4 sem getur verið svona athyglisverð hugmynd, sem eitthvað Maroksi structure hjá hvítum. Það var best bara að leika þetta F6, en til einhver svona villt framhald með G5, en ég held að það sé bara aðeins betur á hvíta. Rittar F6 eðlilegt, rittar C3, þá biskup G4 athyglisverður leikur, tröppum tempo, en það smá veikleikur á svörtu rittanum eins og D4 setna. Og hugmyndin hjá okkur gæti verið sem sagt rittari D7 og reyna að planta hérna biskupnum á F6 setna. Skulum sjá hvað getur gerst. Byrja á H3, drepið, og hér líklega ágætt framhald að leika rittari D7. Sjáum hérna á örvunum hvað planið. Hvítur með biskup bara vissulega, en rittararnir eru ágættir í þessu. Og við erum að plana rittari G6 og rittari D4 og hugsanlega C6 eftir á. Og þá virknin hjá biskupnum á A4 ekkert frábær sko. Það gæti telst bara fína hugsanlegt framhald. Já, hérna var hvítum hugsanlega illa við C6 og G6. Hér F5 leikur. Og við erum sett með hugmyndina að rókera langt hérna. Og hér myndum við gjarnan vilja ná að leika G6 og biskup G7 eftir á. Biskup E7 fær hérna upp próbunarmerki og svartur með nægilegt spil til að jafna taflið. Og ég var að margir séu búin að kafa mjög djúpt í þetta og hvít, en þetta athyglisverð staða á báða í rauninni. T1 annar leikur, það bara sama plan. Þetta einhver skák sem hefur telst í þessu, G5. Það má svartur má ekkert þarna gefa hvítum of mikinn tíma. Það náttúrulega getur verið að fara að koma B5 og dróning A4 sem getur verið hættulegt. G5 býr til mótspil. Þetta teldist í hraðskák. Svartur með opna línur. Það vildi bara halda í biskupinn. Og þetta var tjaldið hjá Ítani með hvítt á móti Alonso, sem svona Alonso Rosell, sem svona spanskur sérfræðingur í þessu afbrigði. Þessi G5 leikur var ansi flottur. Þetta athyglisvert. Rók E1 annar leikur. Og þá G5, sterkur leikur. Þessi rittarinn á F3 á ekkert allt of marga reiti.
Þetta nú þekkt í nokkrum stöðum í Sikilögvörn. T4, G4, segjum að drepi, drepum piði. Það fer svolítið hratt yfir núna, það er að sýna hvernig það getur þróast. Dróningin E8, dróningin F7 og svartur betra. Við munum leika F5 fljótlega. Þessi peð hérna, þau valda alveg mikilvæga reyti hérna. Bakka aðeins. Það er ýmsar leiðir að tefla það. Hvítur getur farið með rittarann á C4 líka. C5 fær upp próbunummerki. Það er athyglisverð peðakeðja hérna hjá svörstum. Svartur aðeins eftir á í liðskip. Svartur aðeins eftir á í liðskipan náttúrulega. Þannig aðeins að passa sig. C3, biskup E6 upp próbunummerki. D3 athyglisverður. Og ég myndi halda að svartur sé bara fýtt hér sko. Biskup G, rittar S, drón D7. Koma bara eðlileg svona þróun á liðsaflanum. Og E5. Hvítu vill reyna að nýta sér að kóngurinn er á E8. Drepið, bara rittar E7. Og hvítur er bara, svartur er bara betra sko. Það er bara biskup G7 og stuttrókun að koma. G4 getur verið pirrandi. D5. Og rittar H4. Þá biskup G7 svona. Þetta sé bara nákvæmast, þá hóldum við hugsanlega biskup F6. Rittar D2, F5. Þetta við telst. Sjáum að það er töluvert dýnamík í þessu sko. Ég er bara að rúlla hérna yfir einhverja skák sem ég fann. Svona hérna drottningunni, en ég er nú ekkert búinn að kafa djúpt í þetta í þessa stöðu sko, en sveikan hérna tilbaka. Já, þetta er Ivan Tjúk Fírúsa, einhver hraðskák. Það getur vel verið að setja teflið eitthvað með einu öðru. Og svona firka hvernig það getur telst. Bilkudripur C6, bilkudripur hókur E1. Rittar einar Q, bara ágætt plan. Rittarinn getur farið á G6, biskupinn E7 hókering á F5. Það er eitthvað D4 og bara drepu á E4. Það var að D4. D4. Og hér á svartur ýmsa möguleika. Ég myndi nú mæla með svona rittar F6. Við skulum kíkja aðeins á B5 líka. Þetta er svona sama afbrigði og jafnteflislínan sem við skoðum á hann. Við tökum eftir að hvítur má aldrei drepa hérna út af C5 og svona kemur C4 og loka biskupinn. C3, drepið. Dróning G5 er bara eins og jafnteflislínan. En hvítur að leika dróning H5, G6. Reynir að veikja eins stöðuna fyrst. Og rittar F6. Hrókur einar 1.
og ef þetta er með hrók þá kemur kongur F8 til greina, við erum náttúrulega piðin yfir. Hvítur er svolítið eftir að koma köllunum út, það er óljós staða svolítið. Skemmtilegt trikk hérna, hann er með drottningu, leika biskup E6. Ef hann drepur þá bara stuttrókun. Og hvítur er með svolítið vesen í borðinu. Ef hörfaðum biskupinn þá hefur alltaf hrókur E8. Nú erum við náttúrulega piðin yfir. Við erum undan með betri liðskipan, þannig að þessi staða var einfaldlega betri á svartan. Það er spurningunni þessi staðar, þetta er eitthvað sem má auðvitað rannsaka. Náttúrulega hóttum ritari G4 sínsmeins, en þetta skákur C5. Það er spurning hvernig þetta er. En hinn leikurinn sem kannski betur bara, er líka bara ritari F6. Nakamura, Van Forest og Sindarov hafa telt þetta svona. Sindarov frá Úsbekistan, ef maður rétt. Þannig að segjum D5. Það bæði þetta líka ritari B8 og teflaða svona. Þá erum við að fara að leika hrókur C8 og hugsanlega C6, svo getur við reynt að tefla upp á eitthvað F5. Ritarinn getur farið á E7. Þetta er svolítið lokuð staða. Já, hér eigum við svona ýmsar hugmyndir. Það gæti verið sem sagt H6 og ritari H7. Svo önnur hugmynd gæti verið ritari G4 og F5 eftir að við erum búin að hrókla. Svo er alltaf gott að hafa augun opin fyrir C6, biskup D8 og biskup B6 eða eitthvað svoleiðis. Það er svona ýmis breyk svona. Það kemur til greina. En ok, það er C3 annar leikur sem er svona dálítið tricky grunn. Það þarf náttúrulega aðeins að vanda sig hérna, við erum með kónginn og E8. Hérna er og svartur er bara með einfalda stöðu hérna, biskupar og ekkert vesen. Hrókur einari, D5. Og þetta er eitthvað svona tölvuframhald. Hvítur er með eitthvað svona complication fyrir skiptamenn. En ég held að kannski biskup F5, þetta er svona vissulega tricky staða. Hvítur að taka tölvur áhættu. Og biskup við C6. Það er svona, hefur á tilfinningunum getur verið mest pirrandi línan, en skulum skoða. Hrókur einar 1, biskup einar 7. Það getur svona einhvern veginn, biskup D7, reynum að hanga á parinu. Svona F3. Hrókir ring. H3 getur verið gagnlegur leikur að valda G4 opnar í kónginn. B5 hefur telst í korrespondent, það er svona bréfskákum. Það blir svona einhvern veginn. Hrókur einar 6 og þetta teltist stærst í Coolots Van Forest 2022. Van Forest vann með svörtu. Bakum aðeins.
Biskup F4 annleikur. Biskupinn getur náttúrulega farið á H2 síðar. C5. Þetta F5 og D5. Og þetta svona counterplay, sýnist mér. Svartur verið að tefla svona svolítið dýnamist. Gæti jafnvel íhuga að fórna piðin á D5 í einhverjum stöðum. Ég ekki segja strax, en hrúkurinn fyrir væntanlega í 8 og hvítur náttúrulega með tvípeð, þannig að það nýtist ekkert svo mikið þetta peð sem hann er yfir. Og baka. Og biskup F4 strax er líka möguleiki, B5. B4 með mótspili. Og síðan höldum við áfram hérna með C5. Þetta er svona kemur átti greina, hrókur E8, C5 hrókur E8. Bakka aðeins. H3, B5. Já, ég hef búin að fara í þetta. Þá ætla ég bara að fara yfir í harðkjarna aðalínuna. Áfram gakk, þá er það hrókiring. Biskup D7, C3. Svona spænska planið, G6, D4, biskup G7. Og hvítur hefur náttúrulega ansi marga möguleika hérna og hrókur E1 er aðalínan, en ég ætla að byrja aðeins að kíkja hérna á biskup G5. Sem er svona athyglisverð tilraun hjá hvítum að reyna að trufla svartan. Og já, hvítur er bara E5, þá betur með riddara. Sýna hérna. Og þetta er ágætt á svartan. Svartur er að fara að stefna að leika biskunum höfum á F8 eftir hrókur E8. D5 hefur telst. Þetta er svona eins og kóngsendir skurð. Við leikum hérna H6 til að við getum ekki leikir F5 strax út af þetta G5 auðvitað og alltaf mikið veikleiki við E6. Þannig að H6 valda G5. F3, hrókiring. Og hér er planið riddari H5, riddari F4. Og þó að við séum búin að skipta upp á hvítridarbiskunum sem er oft gott fyrir hvítan í kóngsendiránum, þá held ég að þetta sé allt í lagi útgáfa fyrir svartan. Já, við erum líka að leika hrókur F7, riddari H5, riddari F4. Og það er skonar hugmyndir. Við getum bætt stöðu kallan okkar auðvitað. Hrókur E1 annleikur, riddari F6, H3. Já, það er þetta teflið þá svo sem á ýmsa vegu. Get hringt hérna þessa leið til dæmis. Svartur fékk alveg counter hér fyrir peðið. Svo er riddarinn getur líka farið á hérna E7 segi. Caruana hefur telt einhvern gögn og svört í þessu. Og þetta er bara svona eins og kóngsendir skurð. Og hér tek ég eftir við hörfum biskup, við viljum ekki missa hann hérna. Rúla rætt yfir þessu skák. Hrókur F7 er oft
góður leikur til að valda beð á D6 með biskup F8. Svo getur hrókurinn frá G7. Já, hann leik hrókur G7. Þetta er bara konfliktverk sókn hérna. Þetta er þessi spennandi. Já, Anand Caruana, Baku 2021. Það er glæsileg skák. Rúlla honum upp hérna. Það er konfliktverk staða. Biskup E3, það er bara svona já, ég vildi koma aðeins inn á þetta, hrókur E8 og A5 sem er dálítið mentaplan hérna. Við ætlum okkur þetta frá A4 og biskupinn getur aldrei drepið, þá drefum við riddara D4, svona smá taktík. Það sýnir þetta bara í framkvæmd, D5 og A3 kemur þetta til greina. Hér er planið sem sagt dronning B7, hrókur A8 og C5. Svartur stendur ágætlega. Wagner Demchenko á netinu teldi svona. D5, þetta er E7, C4. Hér er hvítur að stefna á riddari B1 og riddari C3. H6. Og riddari H7 og það er bara kóngsindverska sóknin okkar. Við erum með sterkan biskup á D7 sem styður við þetta allt hérna þegar þetta kemur. Já, þannig að biskup G5. Og hér eru ansi margir leikir, F6 leikið. Þá er hugmyndin riddari H6 og riddari F7. Riddari E7 telst. Það getur verið að lágita stilinu líka. Svartu vill hrókera H6, kongur H7 og F5. Svo þetta er riddari F6. Þannig að drepur á E5 þá er þetta bara jafnt. Já, hérna er svona smá læti en þetta virðist nú alveg halda. Hann hvítur þannig að kunna þessi mikið til þess að þykja þetta. Biskup F8. Upprópunarmerki og samkvæmt stúderingum hefur svartur nægt mótspil til að halda sínu. Hrókur D2 og koma hrókur G8. Það er svona týna mikið í þessu. Riddari E7, ég myndi það var alveg athyglisvert líka sko. Þá er það mainline, það byrja bara frá upphafi. Það getur náttúrulega verið sniðugt menn tefla spænska leikinn, það er þetta tefla svo mörg afbrigði, þá geta eiga svona 2-3 afbrigði í vopnabúrinu. Þetta getur verið eitthvað sem kemur óvart. Hrókur 1-1, riddari F6, H3, hrókur 1-8, biskup C2. Þetta er svona klassískt spænskt setup. Og hér er það nýjasta í þessu eins og áðan A5 sem er athyglisverður leikur. Þetta telst í svona korrespondent skákum. Og hér er náttúrulega hugmyndin hjá okkur að leika A4, B5, riddari A5 og C5. Og ef hann leikur D5 þá er það riddari H5 og H6 og G5 og svona kóngsindverk svo.
Ég segi að þetta verður svona ágætt góð útgáfa fyrir svartan í konsentrunum. Riddari F1, A4. Náttúrulega ekki drepa A4 og það er riddari D4. Við sjáum við hérna millileikinn. Riddari G3. Og ég held að A3 sé nú eiginlega bara slæmileikur. Hvítur mun aldrei geta hreyft neinn peð á drottningvæng. Svolítið neldur niður. Riddari G3, B5, biskup G5. Biskup 1 og 3. Og biskup D2 kom líka til greina. Gæti telt eitthvað með svona. Og riddari B3 er sem sagt athyglisverður möguleiki. Fórnum peði. Riddarinn væri kannski aðeins ljótur á B7. Riddari B3 gæti gefið svona svolítið góða sóknarstöðu á kóngsvæng fyrir peði sko. Spennandi staða. Þetta er alltaf að koma F4, G5, H5. Skák og mátró. Já, það koma þessi leikir. Skulum baka. Biskup B3, drónu G7, drónu G2, hótar á H6. Drónu F8 er ágætis möguleiki hérna. Völdum á H6 og opnum línur hróksins. Segjum B3. Þá held ég að þetta sé ágætis leið hjá svörtum. Hann nær A-línunni. Og ef við drepum, mig grunar að mér minnir að sé bara að skáka hérna, drepa á C3 og hvítur það nú bara passa sig að tapa þess ekki. En ég ætla svo sem ekki að hafa þetta lengra, það má náttúrulega ekki vera of langt. Þetta er bara svona hugmyndabankin í frestuðum Steinitz og svo má alveg endilega koma eitthvað komment í kommentakerfinu ef það eru ykkur óskir að skoða ykkur ákveðna byrjun. Takk fyrir.